Ég hugsa að ef það væri eitthvað þannig sem sneri mér þannig að mér fyndist ástæða til þess að segja eitthvað, þá myndi ég gera það. Það er svona mín náttúra. Ég veit það Já, nefnilega. og ég væri bara að ljúga ef ég segði það að ég ætlaði að verða skoðanalaus í þessu framboði eða verði ég forseti. Ég er ekki skoðanalaus manneskja. En þingið þarf ekkert að hlusta á sinn forseta, en það bannar honum enginn að tala heldur og Sveinn Björnsson okkar fyrsti forseta, hann hundskammaði þingið og á þess að ég sé að hóta því að ég geri það, þá er það þannig að við skulum vona að nýrri stjórn sem nú er nýtekin við og þeirri næstu þeim auðnist að setja fókusinn á velferð fólks í landinu. Og ef það er, vegna þess að til þess eru þau kosin, ekki satt, fyrst og fremst að standa vörðum almannahag. Og ef að stjórnmálin eru í þeim farvegi, þá þarf forseti ekki að vera að segja nokkuð skapaðan hlut. Nei, sennilega, og auðvitað er þarna einhver lína, sko, að forsetin er ekki verið að skipta sér of mikið af, en ég held að fólk myndi alveg kunna meta ef að það sem sagt kýsir forseta sem að telur að sé rétt sín og skynsamur að það komi frá honum svona einhverjar skoðanir til þess að hreyfa við umræðinni í þjóðfélaginu. Það er... Já, sko, á þann hátt held ég að forseti geti beitt sér. Það eru svona mörg brýn mál þar sem ég tel að forseti gæti beitt sér og það eru mál sem eru til dæmis mér hugleikin, það er eins og úrbætur í geðheilbrigðismálum og úrbætur í áfengis- og fíkniefna meðferðum og úrræðum og þetta eru einfallega hlutir sem við bara verðum að kippa í liðin vegna þess að þetta er undir staða þess að okkur geti liðið vel hérna. Það eru allt og margar fjölskyldur í hreinni angist og sú angist, hún skapar enga velferð. Hún skapar aukin ótta, bara heilsutap fjölskyldna sem eru með veik börn eða veik ungmenni eða veika aðila og við þurfum bara að kippa hlutum í liðin. Þessum hlutum í liðin. Sammála því, en hérna þessi margumtalaði málskotsréttur sem að er eitthvað sem allir forsetaframbjóðendur þurfa að gera grein fyrir afstöðu sinni til. Ég meina, margir hafa bara látið það alveg ógert að nýta þetta nokkuð tíman en Ólafur Ragnar gerði það nokkur sinnum. Hvaða skoðun hefur á því? Já, ég er líka dálítið mikið búin að hugsa um það. Það gengur ekki að við séum með forseta sem að hvetur til þjóðaratkvæðagreiðslu allt milli himins og jarðar. Það bara gengur ekki. Kjósendur bera ábyrgð á þeim stjórnmálamönnum sem þeir kjósa. Og þar af leiðandi þær stjórnir sem sitja hverju sinni eru á okkar ábyrgð og þess vegna er það okkar kjósanda að hugsa vel og vandlega sjálf og nú endurtekki við verðum að hugsa sjálf hvaða fólki treystum við vegna þess að þetta snýst traust hvaða fólki treystum við til að standa við stóru orðin við verðum að sjá í gegnum kosningaloforðin að því að nú þekkjum við þetta fólk sem stendur á þessu pólitíska sviði og við þurfum að horfa á þetta fólk sem býður sig fram og hver og einn þarna er þessi treysti þessari mannesku til að standa við þetta eða ekki. Þar liggur ábyrgð okkar kjósenda. Og málskotsrétturinn er neyðarhemill. Ég var að hugsa um þetta daginn og þá fann ég upp orðið ofríkishemill eða ofríkisbremsa og helst á forseti aldrei að þurfa að nýta sér þessa grein lagana. En við skulum segja að ef að stendur til að skerða mannréttindi borgarana
banna okkur að tala íslensku eins og við erum vön að tala hana, banna konum að fara í fóstureyðingar, skikka ungt fólk í herskildu, undir svoleiðis kringumstæðum, við skulum segja, nái fasistar völdum á Íslandi, við sjáum ekki inn í framtíðina, ýmislegt að gerast í löndunum í kringum okkur og mannréttindi víða verða að brjóta þau á bak aftur. Undir slíkum kringumstæðum þá getur forseti virkjað þennan ofríkis hemil.